segir hann 287. fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs settan. Hann haldinn 16. janúar og fyrsti fundur bæjarstjórnar á nýju ári. Ég óska bæjarfulltrúum og öðrum hér gleðilegs árs. Á dagskrá fundarins eru 7 dagskrármál og við göngum til hins fyrsta þeirra. Það kynning á starfsáætlun nefnda Fljótsdalshéraðs 2019. Það venja að fastanefndir eða fulltrúar fastanefnda komi fyrir bæjarstjórn og kynni starfsáætlunir í upphafi árs og þetta hefur ýmist verið þannig að það sé ein nefnd eða 2 sem að kynna hverju fundi, en hér á dagskrá er kynning á starfsáætlun einnar nefndar, það atvinnu- og menningarnefnd og það Gunnhildur Ingvarsdóttir, bæjarfulltrúi og formaður atvinnu- og menningarnefndar sem að kynnir hér starfsáætlun. Að lokinni henni yfirferð verður gefinn kostur á fyrirspurnum og umræðum áætlunina. Gjörðu svo vel, Gunnhildur. Já, gleðilegt nýtt ár. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Ég ætla sem sagt að renna hér yfir atvinnumál og menningarmál, starfsáætlun fyrir þetta ár, það er 2019. Eða byrja á atvinnumálunum. Það er helst það sem er að gera hjá okkur að við höfum auglýst núna úr atvinnumálasjóði og það er gert ráð fyrir því að niðurstöður úr því liggi fyrir í febrúar. Síðan erum við með smá stefnu og aðgerðir til eflingar ferðaþjónustu og verslun. Fyrir 5 árum þá var unnin á vegum sveitarfélagsins í samstarfi fulltrúa ferðaþjónustunnar og verslunar aðgerðaráætlun til eflingar í ferðaþjónustu og verslun á Héraði undir formerkjunum þjónustusamfélagi Fljótsdalshéraðs. Og nefndin sem núna telur brýnt að huga á næsta ári, eða það er að segja á þessu ári þá líklega, og næsta ári, að stefnumótun ferðaþjónustunnar á Héraði í samstarfi við þjónustusamfélagi á Héraði og Austurbrú. Svo erum við með svona sérstök atvinnutengd verkefni. Atvinnuþróunarsjóður Austurlands, hann hefur verið lagður niður, en það fjármagn sem undanfarin ár hefur verið lagt í sjóðinn. Við mælum með því að það verði nýtt til atvinnutengdra verkefna á vegum sveitarfélagsins, meðal annars með þjónustukaupum vegna einstaka verkefna, meðal verkefna sem að nefndin hyggst vinna með í því sambandi eru til dæmis úthéraðsverkefni sem starfshópur skilaði greinargerðum í vor og felur meðal annars í sig gerð verk, framkvæmda og fjárhagsáætlunar. Og síðan er það markaðssetning miðbæjar á grunni nýs miðbæjarskipulags sem vonandi fer nú að líta dagsins ljós. Þar sem meðal annars verður vakin athygli á miðbænum með beinskeyttum hætti sem áhugaverð svæði til uppbyggingar. Síðan viljum við að verði fylgt eftir innviðagreiningunni hjá Íslandsstofu og víðar eins og oft og þurfa þykir í frekara markaðs- og kynningarstarf. Og þá eiga einnig sveitarfélaginu Austurlandi í viðræðum við Austurbrú núna áframhaldandi aðkomu sveitarfélagsins að flugvallarverkefni. Þjónustusamfélagið á Héraði. Metið hefur verið inntak og árangur af stuðningi sveitarfélagsins við þjónustusamfélagið á Héraði og áfram ætlum við að ræða við félagið þróun starfseminnar. Eins með upplýsingamiðstöðina og Egilsstaðastofu að þróun og starfsemi upplýsingamiðstöðunar að Kaupangi verður tekin til umræðu á árinu og til þess að bæði til þess að upplýsa okkur hvert verkefni þeirra fyrir sveitarfélagið og eins á hvort að það sé ástæða til þess að gera einhverjar breytingar á því samstarfi. Svo erum við hér með það sem við köllum verslað í heimabyggð. Stofnanir sveitarfélagsins og almenningur verði hvattur til að versla í heimabyggð eins og kostur er og farið verði yfir málið með forstöðufólki og innkauparáði. Áfangastaðir á Fljótsdalshéraði. Áfram verði unnið að uppbyggingu áfangastaða með aðkomu framkvæmdasjóðs ferðamannastaða ef styrkur fæst til verkefna og fylgt verði eftir þeirri forgangsröðun sem liggur fyrir uppbyggingu þeirra. Á árinu 2019 hefur verið sótt styrk
til sjóðsins vegna verkefni sem tengist Laugavöllum og Hafrahvammagljúfri. Forgangsröðun áfangastaðaverkefna sem unnin var fyrir nokkrum árum við ætlum að taka hana til endurskoðunar í samstarfi við Þjónustusamfélagið og Austurbrú. Áfangastaðurinn Austurland, það er verkefni unnið með ferðamálasamtökum Austurlands, sveitarfélögum og Austurbrú og miðar að því að skapa samstöðu ímynd, markaðssetningu, hringleiðir og leiðangra, ljósmyndun, lógó og aðrar ýmsar stoðir áfangastaðarins. Helstu framkvæmda þætti og forgangsröðun þeirra. Afraksturinn á að nýtast sveitarfélögum og atvinnulífinu á Austurlandi til að geta saman byggt upp áfangastað fyrir ferðamenn og enn betri búsetukost fyrir íbúana. Sveitarfélagið er aðili að verkefninu. Síðan erum við búin að ákveða og svona byrjað að vinna á því. Það eru fundir atvinnutengd málefni. Nefndin hyggst standa fyrir nokkrum stuttum fundum atvinnutengd málefni í vetur. Málefni sem þegar hefur verið ákveðið að halda fjallað áfangastaðinn Austurland, matvælaframleiðslu á Héraði og þá er fyrirhuguð fundur þar sem leitað verður svara við spurningunni hvað þurfi að vera til staðar í sveitarfélaginu til að fjölbreytt atvinnulíf geti þrifist. Nú þetta var það helsta atvinnumálin og þá kem ég hér að menningarmálunum. Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs samþykkti fyrir menningarmiðstöðina að vera tekna til endurskoðunar, meðan hans í ljósi reynslunar og starfi hennar undanfarin ár. Þar sem ýmislegt hefur breyst í umhverfi menningarmála á síðustu árum og vegna tilkomu menningarstefnu sveitarfélagsins þar sem hlutverk menningarmiðstöðarinnar er töluvert tíundaður. Samþykktirnar eru að stofninum til frá 2012 og það má upplýsa það hér að það eru hafin störfið að endurskoða samþykktirnar. Nú menningarstefna Fljótsdalshéraðs, það er nú þegar byrjað að vinna við endurskoðun stefnunar og er stefnt að því að þeirri endurskoðun verið lokið á fyrri hluta þessa árs. Ormstofan á árinu 2019 er þessi vænst hægt verið að vinna fullum krafti að hönnun og gerð sýningar í Sláturhúsinu í samstarfi við Landsvirkjun. En það verður því miður að segist að ég veit afskaplega lítið hvernig þessu verkefni líður, en mér skilst að við séum að bíða til svari núna frá Landsvirkjun. Nú, reglur listaverk í eigu sveitarfélagsins og menningar viðurkenningar. Unnið er að gerð reglna listaverk í eigu sveitarfélagsins, þar sem meðal annars verður fjallað kaup, gjafir og almennt umsjón og meðferð listaverkana. Einnig er í vinnslu endurskoðun reglna bæjarlistamann og eða veitingu menningar viðurkenningar. En þessi vinna er sem sagt í gangi núna. Það er hópur í þessu verkefni. Nú, bæjarhátíðin Ormsteiti. Það var auglýst síðasta ár eftir rekstrar og framkvæmdaaðila fyrir bæjarhátíðin Ormsteiti árið 2019 og eða til lengri tíma. En það barst engin umsókn fyrir auglýstan frest. En málið er hins vegar ennþá til umræðu og vinnslu í nefndinni og erum við eiginlega bjartsýn það að það muni fást aðili til að sjá þetta. Það kemur í ljós á næstu dögum. Nú, verndarsvæði í byggð. Bæjarsund hefur ákveðið að sótt verði styrkt til minjastofnunar vegna verkefnisins verndarsvæði í byggð, gamli bæinn á Egilsstöðum, en umsóknarfrestur var til 1. desember 2018. Er að gerð tillögu að verndarsvæði í byggð. Verkefni tilheyrir umhverfis- og skipulagssviði en að minnsta kosti starfsmaður atvinnu- og menningarnefndar mun koma að því. Svo er ljóð á vegg, stefnt er að því að ný ljóð verði sett á veggi eða í glugga á fjölförnum stöðum í sveitarfélaginu, en svo hefur skapast að gera það annað hvert ár. Svo er örnefnaskráning. Sveitarfélagið gert samning við Landmælingar Íslands örnefnaskráningu á Fljótsdalshéraði. Til samstarfs við skráninguna hefur sveitarfélagið fengið félag eldri borgara á Fljótsdalshéraði. Og ég fékk fréttir af því bara nú síðast í dag að þessi vinna er alveg á fullu og gengur bara vel. Nú, Sláturhúsið, safnahús á árinu 2019 er sem vænst að hefjist endurbætur og uppbygging menningarhúss á Fljótsdalshéraði í samræmi við samning sveitarfélagsins við ríkið. En það er svona verkefni sem
ekki alveg gott að vita hvernig framvindur, en við vonum hið besta. Nú, ég held að þetta sé svona það helsta sem ég hef að segja um þessa starfsáætlun. Takk fyrir. Við þakkum Gunnhildi Ingvarsdóttur fyrir hennar kynningu á starfsáætlun atvinnu- og menningarnefndar og orðið er nú laust ef einhver óskar eftir að taka til máls. Þeir eru fyrirspurnir eða ræða það sem fram kemur í starfsáætlunni. Ef að enginn bauð sér ljós, Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, gott fundarfólk. Ég vil þakka bæjarfulltrúi Gunnhildi Ingvarsdóttur kærlega fyrir þessa viðamiklu yfirferð á störfum nefndarinnar. En aðeins eitt sem að við langar kannski að spyrja frekar út í, það er á síðasta ári, held ég megi segja, þar kláruð vinna við innviðagreiningu fyrir sveitarfélagið og kannski fór það fram hjá mér en ég held nú ekki reynd að hlusta að er nefndin sem slík að vinna með þessa innviðagreiningu, hvernig nýtist hún inn í alla þessa þætti sem að bæjarfulltrúin fór yfir eða er þetta ekki gott plagg til framdráttar atvinnumálum á Fljótsdalshéraði? Vissulega var lagt talsvert í þetta og við lögðum mikla áherslu á þetta sínum tíma og ef að bæjarfulltrúi Gunnhildur getur kannski aðeins útskýrt það fyrir mér, er plaggið ekki að nýtast og hvaða hugmyndir eru að koma því í nýtingu ef að það hefur þá ekki farið fram hjá mér. Takk fyrir. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu. Anna Alexandersdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og góður fundamenn. Ég þakka bæjarfulltrúi Gunnhildi fyrir góða yfirferð yfir málefni atvinnu- og menningarnefndar. Mér langar aðeins að bæta við eða fara yfir annað heldur en bæjarfulltrúi Gunnar fór yfir, hafi nú punktað það líka hjá mér en aðeins varðandi þessa fundi atvinnumál. Mér finnst þetta bara mjög ánægð að sjá þetta komið þarna inn og kannski langar að vita hvort það væri komin drög að einhverjum dagsetningum eða á hvaða mánuðum eða eitthvað, þú veist, ég held að það sé alveg mjög mikilvægt að við bæjarfulltrúar náum að koma þessu inn í okkar dagskrá og mætum og ég var búin að heyra að væri fyrirhugað í hádegisfundir, hvort það sé eitthvað svona, hvort það sé eitthvað sem þá er eða, og svona sirka, þú veist, erum við að tala um þetta núna vormánuðum eða hvað, og mér bara líst vel á umræðuefnið sem bæjarfulltrúi Gunnhildur fór yfir, að farið yfir á þessum fundum. Takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og það er ennþá laust. En ef ekki fleiri kveða sér hljóðs þá ætla ég að biðja Gunnhildi Ingvarsdóttur að koma aftur og loka umræðunni og svara fyrirspurn. Já, forseti umfjöldurinn. Við byrja á að svara annur. Þá erum við að spekulera í þessum fundum. Við erum þú sem hafa þetta hádegisfundi. Og við töluðum nú að koma þeim á í febrúar og mars. Við erum ekki búin að setja niður dagsetningar. En við erum aðeins farin að spá í hvað væri á fundum, eins og ég sagði á þrjár hugmyndir sem eru komnar. Og en þegar við erum búin að ákveða þetta nánar þá náttúrulega munum við vinna þetta með og kynna þetta fyrir bæjarstjórninni því að vafalaust munum við fá bæjarstjóra eða forseta bæjarstjórnar eða einhvern núna til þess að vera kannski með einhvern innslag eitthvað slíkt á þessu fundi. Mér finnst það ekkert ótrúlegt sko. Já, maður kannski aðeins bæta við
sem ég glemdi á hann að við höfum líka áhuga fyrir því að, og ég lagt áherslu á það að við reyndum líka að fara í heimsóknir á vinnustæðir á þessu kjörtímabili og það hefur verið tekið vel í það í nefndinni. Við munum örugglega gera það eitthvað. Þá kannski byrja fundi á því að fara í heimsókn í einhver fyrirtæki og fara svo síðan hingað og klára fundin. Mér er svolítið mikilvægt að nefndin sé svolítið inni í hvað er að gerast hérna og þá er ég svona persónulega ekkert endilega með í huga að fara akkurat í stærstu fyrirtækin, alveg þessi litlu, til þess að svona reyna að fylgjast með hvernig fólki gengur og hvað er að gerast. Þannig að það verður örugglega eitthvað líka. Nú með, var ekki örugglega búin að spyrja, með þetta sem fór Gunnari, bara fullt af Gunnari, kannski aðeins erfiðara að svara því, en með þessa innviðagreiningu, við náttúrulega vildum auðvitað í nefndinni, eins og þið vitið, þá vildum við helst fá meira fjármagn til að ráðstöfuna til þess að geta ráðið einhvern í það að kynna þessa innviðagreiningu út af við, minna meira með hana, sko. En það var ekki hægt, en kannski verður eitthvað fjármagn í að ráða einhvern tímabundi, ég veit það ekki ennþá. En að sjálfsögðu reynum við náttúrulega að styðjast eitthvað við þessi innviðagreiningu. Við höfum svo sem nefndi ekkert geta verið neitt að vinna með að kynna hana mikið, sko, út af við. En svo er náttúrulega kannski Björn bæjarstjóri kannski meira inn í þessum til að svara þessu, kannski með þessi innviðagreiningu. Nefndin er náttúrulega ekki búin að starfa mjög lengi, þannig að við höfum kannski ekki haft tíma til þess að sökka okkur almennilega inn í þetta, sko. En þetta er náttúrulega mál sem þarf að vinna með áfram, hvernig það verður gert. Og við höfum náttúrulega lagt áherslu á það að til dæmis eins og með miðbæjarskipulagi að það verður reynt að fara að klára það, þannig að það sé hægt að fara að vinna eitthvað með það. Og við höfum náttúrulega áhuga á því að reyna að skoða hvort það sé einhver tækifæri hér til þess að koma á einhverjum nýjum atvinnugreinum eitthvað slíkt. Það er svolítið erfitt þegar það er kannski engin sérstakur starfsmaður sem er að vinna í því verkefni, sko. En nefndi sem slík getur kannski ekki farið svona út á verkinu, sko. En vonandi bara að þetta verði allt okkur til framdráttar, þessi innviðagreining, og koma okkur að einhverju notum, ég vona það allavega. En ég veit ekki hvort ég hef svarað þessu nú vel. En ef að Björn til dæmis hefði einhverju við að bæta, þá er það bara fínt mál. Takk fyrir. Takk fyrir það. Guðmundur Ingarsdóttir hefur lokið máli sínu. Ég ætla ekki að loka mælendaskrá, það kom nú fram hérna 9 punktar. Björn Ingimarsson síðast að vera að biðja orðið, þannig að gjörðu svo vel. Forseti og góðu fundamenn. Já, það er varðandi innviðagreininguna. Ég held að það séu allir sem að af þessu hafa komið, og þetta var skoðað sammála það að þarna hafi tekist vel til við þessa vinnu. Og það sem við höfum gert er það að við höfum reynt að hver skipti sem að við höfum verið annarkvort í heimsóknum hjá aðilum eða fengið heimsóknum, þá komum þessu framfæri. Við tókum fund með Íslandsstofu í haust, ég ásamt forseta bæjarstjórnar og formanns bæjarráðs, og kynntum þetta. Sá fundur snýrist eingöngu innviðagreininguna og koma hennar framfæri, og það var ágætur fundur, og við erum svolítið að horfa til þess að það er akkurat vettvangurinn til þess að koma þessu áfram. Við erum með hana bæði á íslensku og ensku, og svo erum við með hana líka í rauninni í töluformi, þannig að það er, við svona gerum hvað við getum til þess að koma þessu framfæri, en það má alltaf gera betur, og ég get svo sem alveg tekið undir það hefði verið æskilegt að setja kannski þetta sem sérstakt verkefni, þar að segja kynningar átak, en ég held hins vegar að
Ég hef bara fengið þau viðbrögð frá þeim aðilum sem hafa fengið efnið til umfjöllunar, verið mjög sáttir og ég veit að Íslandsstofa að nota þetta. Það bara mikilvægt. En þannig að því sé bara komið framfæri. Takk. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu. Orðið ennþá laust ef einhverju fleiri vilja taka til máls. Og ef svo ekki, þá við að loka mælendaskrá og þar með umræðan undir þessum lið og færa okkur yfir á annan dagskrárlið. Það fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, 453. fundur og það Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðir fundarmenn. Já, það 453. fundur bæjarráðs sem haldið var bara síðastliðinn mánudag. Fundargerðin sem hér liggur fyrir í 6 liðum, en hér einn liður tekin út í bókunar hjá okkur og það liður 2.6 sem tilnefning fulltrúa í vatnasvæðanefnd. Og fyrir fundinum þá lá erindi frá Djúpavogshreppi varðandi tilnefningu sameiginlegs fulltrúa sveitarfélagana í vatnasvæðanefnd. Og umhverfis- og framkvæmdanefnd hafði áður á fundi fyrir vikunni tilnefnt fulltrúa Fljótsdalshéraðs. En sameiginleg niðurstaða þá eftirfarandi og það tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að tilnefna Karl Láritsson sem fulltrúa Fljótsdalshéraðs og Djúpavogshrepps í vatnasvæðanefnd. Varamaður verði tilnefndur af Djúpavogshreppi. Ekki fleira hér tekið út og fundargerðin hér til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Björn Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, gleðilegt ár. Mér langaði aðeins til þess að spyrja bæjarstjóra líklega út í lið 2-3, þar að segja bæjarstjórnarbekkin og þá sérstaklega hef ég áhuga á að heyra af afdrifum umsóknar Fljótsdalshéraðs til fjarskiptasjóðs til dreifingu ljósleiðara. Ég veit að slík umsókn fór frá okkur hér vel fyrir áramót og mér langar svolítið til þess að spyrja hvað sé að frétta af þeirri umsókn og eins spyrja bæjarstjórann hvort hann telji að það sé einhver ástæða til þess að hafa áhyggjur af því að Fljótsdalshérað sé með einhverjum hætti búið að missa af einhverju lest í dreifingu eða því að það verði lagðir hér ljósleiðari dreifbýlið. Mér finnst stundum bera á því umræðinu eins og menn séu svona búinir að missa af einhverju, kannski það vegna þess að átakið heitir Ísland ljósvætt 2020 en ég vil gjarnan fá skoðun bæjarstjórans á því. Björn Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust ef einhver óskar eftir að taka til máls. Björn Ingimarsson, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti og góðir fundarmenn. Já, varðandi fyrirspurn bæjarfulltrúa Bjargar Björnsdóttur, þá hefur okkur ekki borist viðbrögð við umsókn okkar frá fjarskiptasjóði. Þannig að hún hefur allavega ekki borist inn á mitt borð enn og ég veit ekki til þess að hún liggi fyrir niðurstaða. Hvort við séum búin að missa lestinni eða munum missa lestinni, ég kýs nú að trúa því að svo verði ekki. Ég hef hins vegar og fleiri ég hafa
lýst þeirri skoðun sinni að það sé afar hæpið að þetta verkefni í heild sinni að það náist að ljúka því á þessum tíma sem menn ætluði upphafi. Og enda svo umsókn sem fór frá okkur núna, það 30 ára verkefni sem nær fram yfir þetta. En ég hef nú frekar trú á því að stjórnvöld muni ekki endilega setja punktinn nákvæmlega við þetta ár sem upprunalega var sett upp sem loka ár verkefnisins. En muni horfa til þess hvar eru menn staddir. En þetta bara mín skoðun. Þannig kemur hér með á framfæri. Björn Ingimarsson, bæjarstjóri, hefur lokið máli sínu og orðið laust. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágætt að funda fólk. Það vantarlega undir lið 2-3, þannig við tilefni af fyrirspurn Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúi hérna sem var nú beint í bæjarstjóra en langaði til að skjótast hérna aðeins inn í sérstaklega mitt varðandi síðara hluta fyrirspurnarinnar. Björn Ingimarsson bæjarstjóri lýsti hér sinni skoðun og ég svo sem ekki gert annað heldur lýst minni skoðun líka. Ég held að það sé algjör óþarfi að óttast það að við séum að missa á einhverju lest þrátt fyrir þessa framsetningu á verkefninu eins og það var sett upp Ísland ljóstengt 2020. Einfallega vegna þess að bak við það verkefni lágu skilgreint markmið tengingar. Að það ætti að vera búið að tengja ákveðið hlutfall dreifbýlis á Íslandi fyrir þennan tíma. Ef þessu markmið ekki náð, þá verkefninu ekki lokið, sama hvort það heitir 2020 eða ekki. Þannig að þeir sem að baki því stóðu, ég hef enga trú á því að menn hafi áhuga á því að gera slíkir ómerkingar að hætta einfallega bara vegna þess að tímanum náð. En það sem ég get þó tekið undir í orðum Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa það að framsetningin hefur skapað ákveðin óróa kannski varðandi þetta. Og mér finnst það miður og mér finnst það líka miður að mér hefur ekki fundist enn til að fara saman raunveruleiki verkefnisins og þær yfirlýsingar sem mann hafa gefið gang þess. Og ég kýs nú bara að trúa því að það sé einfallega vegna þess að þeir sem hafa tjáð sig þetta hafi kannski ekki alveg sett sig að fullu inn í stöðuna en alveg frá byrjun verkefnisins hefur það legið ljóst fyrir hér innandyra allavega. Það væri mjög hæpið að þessu markmiði yrði náð, þessu skilgreinda markmiði fjöldatenginga miðað við þá fjármuni sem voru ætlaðir til verkefnisins innan þessa tímaramma. Og það þurfti ekki annað heldur en að skoða annars vegar þá fjármuni sem voru ætlaðir til þess að tengja landið allt og svo þá fjármuni sem var reiknað með að það myndi kosta að tengja Fljótsdalshérað. Þannig að ég held að þó allir hafi verið afar glaðir yfir því að verkefni færi af stað og kannski má rifja það upp að það sem var nú lykilatriði í því var það að ríkið skyldi þó axla þá ábyrgð að standa að einhverju leyti undir þessu verkefni. Ég segi einhverju leyti vegna sem við megum heldur ekki gleyma því að sveitarfélögin hafa staðið heilmikið undir því líka og notendur. En áður en þetta verkefni fór af stað þá var nú ekki einu sinni gefið að ríkið ætlaði sér yfir höfuð að koma nálægt þessu með nokkrum hætti. Þannig að það var jákvætt og kannski þess vegna hafa menn nú ekki neitt ruðstum eða brotstum á hæl og hnakka vegna þess vegna sem menn hafa verið ánægðir með það að verkefni sé í gangi en ég ítreka það, ef menn ætla sér ekki að verða fullkomnir ómerkingar sinna orða og yfirlýsinga þeir sem að þessum málum standa hjá ríkinu þá auðvitað halda menn áfram þangað til þessum markmiðum með náð sem voru lögðu hvort sem verður 2020, 2021 eða 2022 eða hvað það nú heitir. Vonandi verður það ekki mikið lengra sem við þurfum að bíða heldur svo. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi í lokið máli sínu, Björn Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúi, ég þakka bæjarstjóra og bæjarfulltrúa Stefáni Boga Sveinssyni fyrir þeirra svör. Mér langar kannski aðeins að velta því upp við bæjarstjóranum hvort það sé ekki svolítið undarlegt að við höfum engin viðbrögð fengið við þessari umsókn. Ég þekki eitthvað aðeins til þess að mér finnst þetta svolítið langur tími frá því að umsóknin fór frá okkur og mér finnst svolítið sérstætt að við höfum ekki fengið viðbrögð við henni, ég verð að viðurkenna það. En mér langar mjög til að deila bjartsýni Stefáns Boga Sveinssonar bæjarfulltrúa á því að menn átti sig á því að það sé ekki hægt að
festa þessa vinnu við þetta ártal 2020 en ég held kannski jafnframt að það sé svolítið brýnt fyrir okkur öll að minna á það að þessu verkefni sé hvergi nærri lokið og minna þá pólitíkina á og kannski þarf að láta þau skilaboð berast inn í fjarskiptasjóð að ljósleiðaravæðingu Íslands ljúki ekki 2020 eins og maður hefur svona kannski skynjað að það hefur verið að reyna svona telja manni trúum það að við séum í einhverju kapphlaupi því að þannig hef ég heyrt þessu lýst og mér hugnast það ekki vel. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið ennþá laust undir þessum öðrum dagskrárlið. Ekki fleiri óskar eftir að taka þetta. Jú, Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Þetta verður nú víst að vera undir lið 2-3 aðeins að bregðast við síðustu ræðu bæjarfulltrúa Bjargar að það hafi engin viðbrögð komið. Það er ekki þannig. Það hafa komið ákveðin viðbrögð og ég gekk eftir því síðast í dag við framkvæmdastjóra Hitaveitunar hvort að hefði heyrst eitthvað meira því að hann hefur aðeins eins og bæjarfulltrúi og fleirum með væntanlega kunnugt hefur komið að þessu máli og hann svaraði mér því að það mætti reikna með ef ég að skilja þetta rétt að þegar að umsóknin kemur fyrst inn frá sveitarfélaginu þá er því svarað að við erum áfram inn í þessu ferli. Það er ekkert búið að kasta okkur út og það má reikna með í þessari viku sem nú er að líða. Það eru upplýsingar sem ég fékk síðast í dag. Megi reikna með að framkvæmdastjóri held ég megi segja, Otto, ég held að sé framkvæmdastjóri fjarskiptasjóðs, hvaða titil hann hefur, en þær upplýsingar hef ég að það muni koma frekar að svar í þessari viku þar sem verði kallað eftir frekari viðræðum við fulltrúa sveitafélagsins. Þetta vildi ég bara að það kæmi fram hérna. Ég get svo sem ekki upplýst þetta frekar, en það er beðið eftir þessu, hvað á ég að segja, B-fasa eða eins og þetta var kallað nefnt við mig í dag. Ég kann ekki alveg fara með það hvort þetta er A eða B eða C-fasar, en þetta var kallað B-fasi í dag. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef að svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá. Og við göngum til afgreiðslu. Það er aðeins liður 2.6 þar sem við fyrirliggur tillaga. Það er tilnefning fulltrúa í vatnasvæðanefnd. Ég ber tillöguna eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þessum samþykki hann ekki við merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og áður við yfirgefum annan lið, þá er rétt að vekja athygli á því að undir liðum 2.3 og 2.4 að þá er afgreiðsla bæjar á staðfest á bæjarstjórn. Ef ekki er athugasemdir við það, þá lokum við liðnum með því og færum okkur næst yfir í 3. dagskrárlið. Þar liggur fyrir fundargerð 80. fundar atvinnu- og menningarnefndar. Þar er ekki gerð nein tillaga til bókunar. Fundargerðin er í 6 liðum, þar verður 5 í vinnslu og liður 3.5 þar er afgreiðsla atvinnu- og menningarnefndar lagt til að hún sé staðfest. En orðið er laust þessa fundargerð ef einhver óskar eftir því að taka til máls. Ef að svo er ekki, að þá loka ég mælendaskrá og við förum næst til 4. dagskrármáls. Já, þá er 4. liður á dagskrá og það er umhverfis- og framkvæmdanefnd. Það var
fundur númer 104 og það er Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi sem kynir fundargerðardrög á bókunum. Forseti, ágæta fundafólk. Ég kem hér upp til að gera grein fyrir og flytja tillögur vegna 104. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar. Fundargerðin er í 17 liðum og þar að veru gerðar 6 tillögur eða 6 liði teknir út í bókunar eins og við segjum hér. Mér skjált ekki mjög mikið, það leiðréttist á eftir því sem líður á. Þar fyrst er það liður 4.4. Þar er tilkynning vatnstjónshættu, það er semst fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd liggur tilkynning hættu á vatnstjóni. Þannig að ræða að það var kallað eftir og gerð lögregluskýrsla vegna þess að mögulega væri vatnstjónshætta í hlákunni sem var hér vegna þess hvernig gengið var frá snjó sem hafði verið mokað á götu. Og þessi skýrsla var einfaldlega lögð hér fyrir nefndina og í tilefni af því er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar felur bæjarstjórn skipulags- og byggingarfulltrúa að vinna að úrbótum á verklagi varðandi snjósöfnunarsvæði. Málinu einnig vísa til HEF til umfjöllunar. Og þetta er svo sem ekki stóra alvarlega heldur en svo að það er alltaf ástæða til þess að endurskoða verklag ef að hægt er að bæta úr og það er sjálfsagt í þessu tilfelli. Hitaveitan fær málið eða athygli hitaveitnar er vakin á málinu vegna þess að auðvitað þeir eru umsjónum með fráveitunni sem að tekur jú við vatninu sem að þarna streymir. Næst er það liður 4.7, það er Selskóg og deiliskipulag en það fór fram sem sagt stefnumótunarfundur með íbúum um framtíð Selskógar. Hann var haldinn hér á Lyngósi 12. þann 11. september síðastliðinn. Vinna á fundinu fór fram í anda Opera sem er skilvirk leið til að fá einstaklinga til að leggja eigin hugmyndir inn í hópvinnu þar sem þær eru svo ræddar og komast að niðurstöðu varðandi markmið deiliskipulags. Það var að því að mér skilst að það var vel heppnaður fundur, margar góðar hugmyndir sem þarna komið fram og í framhaldi af honum var sérst tekið saman minnisblað eða punktar af þessum fundi og eftirfarandi tillaga er lögð fram undir þessum lið að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að samantekt frá fundinum verði nýtt í deiliskipulagsvinnu svæðisins. Liður 4.8, það er rafbílavæðing. Það liggur fyrir að setja upp hleðslustöðvar í samræmi við samning við Hlöðu uppsetningu rafhleðslustöðva á Fljótsdalshéraði og umhverfis- og framkvæmdanefnd hefur áður fjallað um staðsetningu þessara hleðslustöðva. Eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að stöðvarnar verði staðsettar við Fellavöll, Vilhjálmsvöll og 2 í námunda við Sláturhúsið. En það verður svo unnið nánar að endanlegri staðsetningu en þetta er svona hinn grófa hnitsetning á því hvar þessi stöðvar eigi að vera. Liður 4.11, það er áfangastaðurinn Austurland, úrbóta ganga. Fyrir nefndinni lá tölvupóstur dagsettur 19. nóvember frá Maríu Hjálmarsdóttur fyrir hönd Austurbrúar þar sem óskað er eftir samstarfi við sveitarfélögum um svokallaða úrbótagöngu sem er hluti af verkefninu áfangastaðurinn Austurland og miðar að því að þróa staði og áfangastaði þannig að þeir hafi meira aðdráttarafl. Málið var til umfjöllunar í atvinnu- og menningarnefnd og lagt til að málið er tekið til umræðu hjá umhverfis- og framkvæmdanefnd og umhverfis- og framkvæmdanefnd tekur undir með atvinnu- og menningarnefnd að verkefnið er spennandi. Þess vegna er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að verkefnastjóri umhverfismála geri í samstarfi við Austurbrú og þjónustusamfélagi tillögu að afmörkuðu svæði eða svæðum til að taka fyrir sem og tillögu að verklagi við úrbótagönguna. Það er þá liður 4.13. Það er umsókn byggingarleyfi, breytt notkun á Fararteigsbraut 9 en fyrir liggur beiðni leyfi til að breyta eignina Fararteigsbraut 9 0101 fastanúmer 224 3742 í íbúðarhúsnæði. Þetta er pósthúsið og þó þetta segir umsókn byggingarleyfi, það er formlega séð fer það í gegnum byggingarleyfisferli ef þá að breyta skráningu á húsnæði í notkun. Það er ekki vegna þess að séu fyrirhugaðar bygging þannig lagað. En eftirfarandi tillaga þarna lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að heimilt verði að breyta notkun í íbúðarhúsnæði. Jafnframt samþykkta breytingi fái málsmeðferð í samræmi við 3. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Til að upplýsa aðeins það þá byggir það miklu leyti á því að það eru aðrar íbúðir á sama reit og raunar í sama húsi
eða sem sagt annað íbúðarhúsnæði, og þessi grein sem vísaði til í skipulagslögunum segir til það að ef að breytingar eru svo minniháttar að í rauninni engu varði hagsmuni nágranna eða þeirra sem í kring eru, að þá sé heimilt að samþykkja byggingarleyfisumsóknir þó það séu strangt til tekið ekki í fullu samræmi við það sem stendur í deiliskipulagi. Og það er tillagan hér. Nú liður 4.15 að síðustu, það liggur fyrir umsókn frá ríkiseignum stofnun nýrra landareignar í fasteignaskrá úr landi Unaðs Heyskálar. Eftirfarandi tillaga það lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að leita verði eftir afstöðu ráðuneytis hvort áform þessi séu í samræmi við markmið jarða- og ábúðarlaga. Nú, fleira er ekki tekið út til sérstakra bókunar en fundargerðin liggur hér fyrir til umræðu og afgreiðslu að öðru leyti. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og mælendaskrá er opin. Og ef enginn bregst við hart núna, þá held ég að við lokum mælendaskrá og göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá fyrst liður 4.4 tilkynningu vatnsstjórnshættu. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 4.7 Selskóg og deiliskipulag. Þar er tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 4.8 rafbílavæðing. Þar er tillaga borin upp sem var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 4.11, það er áfangastæðar Austurland, úrbóta ganga og borin upp tillaga sem var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefa merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá var það liður 4.13, umsókn um byggingarleyfi, breytt notkun á Fararteigsbraut 9. Þar er borin upp tillaga sem var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefa merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og síðustu er þá liður 4.15. Umsókn um stofnun nýrra lóðar úr landi Unaðs Heyskálar. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá höfum við lokið yfirferðinni á þessum lið og næst á dagskrá er þá 5. liður. Það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, 450. fundur. Á þessum fundi fór bæjarráð með fullnaðarafgreiðslu heimild mánaða og því er fundargerð lögð fram hér til kynningar en þó ef einhver vil taka til máls hana eða efni hennar þá er orðið laust. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Svo er ekki og bókað að fundargerðin sé lögð fram til kynningar. 7. dagskrárliður, það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, 451. fundur. Þá fundargerð gildir það sama og hér áðan, en ef einhver óskar eftir að taka til máls þá er mælendaskrá opin. Svo er ekki og henni er því lokað og bókað að fundargerðin sé lögð fram. Og að síðustu 7. liður, það er 452. fundur bæjarráðs Fljótsdalshéraðs og það gildir það sama og hinnar tvær að bæjarráð fór með fullnaðarafgreiðslu heimild en orðið er laust. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Nú, þetta nút. Forseti, góðir fundarmenn. Liður 3 undir þessari fundargerð. Aðalfundur Samtaka orkusveitafélaga 2018. Mér langar aðeins að nota tækifærið og athuga hvort að okkar maður og ég held stjórnarformaður, ég held ég fari rétt með það, stjórnarformaður félags eða Samtaka orkusveitafélaga situr hér, bæjarfulltrúi Stefán Bogi.
hvort að hann tilbúin að uppfræða okkur aðeins það hvernig vindur málum fram í þessum samtökum. Hvað að gerast þarna? Þetta var náttúrulega á sínum tíma ákveðið stofnað til þessara samtaka, til þess að, hvað ég að segja, að vinna að réttindamálum okkar varðandi álögur á virkjanamannvirki og slíkt innan sveitafélaga sem eru undanþegin sköttum, fasteignasköttum og slíku. Og ég veit að við erum allavega ekki búin að ná árangri í því, en ég veit að bæjarfulltrúi Stefán veit allt þetta og mér þetta mjög gott ef hann gæti farið yfir þessa vinnu, hvernig hún gengur og hvers má vænta. Síðan annar liður undir þessu sama að ég man ekki hvar í fjölmiðli ég sá heilmikla umræðu og hvort að það verið að vinna því eitthvað sem heitir landsskipulag eða slíkt, þetta veit ég að Stefán veit líka, og snertir vindorkuver. Þetta hefur komið hér til talsnáttúrulega inn í okkar sveitafélagi og við ætlum að vísa þessu ákveði til aðalskipulags og slíkt. Ég held að þetta sé nú stórt hagsmunamál til lengri tíma litið og eru þessi samtök okkar, orku sveitafélagana, eru þau eitthvað að vinna að þessu, að vinna að það verði mörkuð stefna það hvar megi virkja vindorku og hvernig. Þetta mjög gott ef þú heldur eins og hálftíma erindi þetta. Bæjarfulltrúi Stefán. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sinu og orðið endalaust. Gunnar, hvort við þurfum að gera fundarhlé fyrir 30 mínútur aðeins. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágæta fundarfólk. Ég þakka Gunnar Jónssoni bæjarfulltrúa kærlega fyrir fyrirspurnina og sérstaklega þakka honum fyrir að vara mig ekki við henni fyrirfram. Það alltaf gott að æfa sig í því að vera á tánum, bregðast við með stuttum fyrirvara, en ég lofa því ekki að ég nái alveg hálftíma á þessari yfirferð. Kannski í fyrsta lagi að þá vegna fyrirhluta fyrirspurnarinnar það hvað sé að gerast. Það nú þannig að megin markmið þessara samtaka eins og Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi fór réttilega yfir hér áðan var að berjast fyrir því að fá einhverja tekjur af orkumannvirkjum, að sveitafélög nýtu einhverja tekna og það byggir í rauninni á þeirri hugmyndafræði að við alla auðlindanýtingu þá sé eðlilegt að 5 aðilar njóti arðs af auðlindanýtingunni. Það sé þá í rauninni það sé eigandi auðlindarinnar sem getur verið nú misjafnt hver auðvitað. Það sé sá sem að virkjar, sem auðvitað það fer nú kannski engin út í að virkja nema það sé af því einhver arður. Það sé sá sem notar orkuna að sömuleiðis, það auðvitað ættu menn að nota orkuna sem til hagsbóta. Síðan samfélagið í heild og við höfum kannski litið svo á að ríkið sem sé sá aðili sem stendur fyrir samfélagið í heild og síðan nærsamfélag virkjanna. Og þar höfum við viljað í samtökum orkusveitafélag og höfum lagt áherslu á það að það séu í rauninni sveitafélögin sem séu fulltrúar þessa nærsamfélags og eigi að njóta beins arðs af slíkri auðlindanýtingu og byggir fyrst og fremst á því auðvitað að það jafnan þannig að það eru þeir sem búa næst auðlindanýtingunni sem að þurfa að þola mest af þeim neikvæðu afleiðingu sem iðulega fylgja slíkri auðlindanýtingu. Það er skerðing með einhverjum hætti á landgæðum eða öðru slíku. Og þetta hefur bara verið leiðarstefið í starfi samtakana. Við höfum jafnan líka gert okkur grein fyrir því að þetta gerist ekkert öðruvísi heldur en að lögum verði breytt. Við búum við lagaumhverfi sem að gerir ekki ráð fyrir þessu og ef við tökum þetta út í hérna almennu samfélagsumræðu þá ef við skoðum þessar 5 aðila þá má kannski segja að samfélagsumræðan segja okkur dálítið að það séu fyrst og fremst einmitt orkukaupendurnir sem eru að njóta mest arðs og þá lítum við kannski fyrst og fremst á stóriðjuna. Það er að segja stóriðjan er að kaupa
orku á frekar lágu verði og njóta mikils góðs af. Og þetta höfum við viljað laga og jafna. Aðferðafræðin sem þar hefur verið beitt náttúrulega fyrst og fremst þrýstingur á ráðandi öfl, ráðherra á hverjum tíma, og það hefur gengið mjög misvel. Ég hef setið í stjórn þessara samtaka frá stofnun og hef verið formaður þeirra tvenn aðskilin tímabil, og ég er ekki búin af því ég fekk ekki betri fyrirvara, þá er ekki búin að telja saman hvað ég er búin að tala við margar ráðherra. Þeir eru býsna margir. Stofnun samtakana hitti nú á svona örlítinn umbróta tíma í íslensku stjórnmálum, þannig að það eru búin að vera nokkri fjármálaráðherrar og fleiri iðnaðarráðherrar, einhverjir innanríkis- og sveitarstjórnarráðherrar. En það sem að það fór nú fyrst að hreyfast kannski í málefnunum þegar að Samtök orkusveitarfélaga og samband sveitarfélaga settust niður ásamt fulltrúum frá Samorku, og mér fylgist vonandi, ég man ekki nákvæmlega hvenær þetta var, en upp úr því að þá var sendt sameiginlegt erindi frá þessum 3 aðilum, og raunar voru sendt 2 sameiginleg erindi. Annars vegar var sendt erindi til þáverandi innanríkisráðherra, þar sem óskað var eftir því að stofnaður yrði starfshópur endurskoðun á skattlagningu orkumannvirkja, sem er þetta megin markmið. Og það byggði á því að í rauninni var orðin tiltölulega góður samhljómur að því virtist það meðal bæði sveitarfélagana og orkufyrirtækjana, að það væri full þörf á þessum breytingum. Þáverandi ráðherra var Ólöf Nordal heitin, og hún brást ágætlega við þessu, og það var skipaður hópur sem að Samtök orkusveitarfélaga áttu fulltrúa í, sem að tók saman skýrslu sem á endanum kannski var aldrei nema áfangaskýrsla. Það er að segja að þá hún svona listaði upp sjónarmið þeirra aðila sem að þessu komu, hvaða augum menn litu þetta viðfangsefni, og þetta voru fulltrúar frá þessum 3 aðilum, auk þess fulltrúar frá ráðuneytum sem að koma að þessu málaflokki, fjármálaráðuneyti, atvinnuvegaráðuneyti og sem sagt innanríkisráðuneytinu þáverandi. Þegar að skýrslan síðan lá fyrir, þá var henni reyndar skilað til nýs ráðherra, Jóns Gunnarssonar, sem þá var tekið við sem samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, og það var í farvatninu í hans ráðherratíð að það yrði skipaður annar starfshópur til þess að vinna þetta áfram á grundvelli þeirra tillagna, og ég get ekki sagt annað heldur en að það er það sem hefur unnist með starfi samtakana sé fyrst og fremst það að það er orðin miklu víðtækari skilningur á því að það verði að breyta þessu. Ég get ekki lýst yfir mikið meiri árangur heldur en það, en þó það, og það er meir en ekki neitt. Það sem að kannski kom best út úr starfi þess starfshóps var það að Þjóðskrá Íslands var fengið til að vinna með hópnum. Það eru þeir sem að halda utan fasteignamatið, og þau náttúrulega hjá Þjóðskrá lögðu upp tillögu að aðferðafræði skattlagningu á orkumannvirkjum. Það er í fyrsta skipti sem að það kemur rauninni fram eitthvað slíkt. Og það gekk svo langt að þeir svona kostuðu á þetta einhverjum tölum, og það setti starfshópsins reyndar örlítið í uppnám af því að þær tölur voru kannski tölvert hærri heldur en að sumir þeir sem sátu í starfshópnum gátu vel sagt sig við. En það var mjög mikilvægt fyrir umræðuna að fá þetta í rauninni fram frá þeim aðila sem heldur utan um þetta, að þetta sé vel gerlegt. Það er vel gerlegt að skrá og meta þessi orkumannvirki. Og þróunin á þessu máli hefur líka orðið svo að þetta er náttúrulega farið að snúast ekki síður líka flutningsmannvirkin, möstrin og háspennuna allar saman. Og það og kannski hefur það líka hjálpað okkur dálítið í þessu umræðu, vegna þess að þar þekkja menn svo vel hversu erfitt það getur verið að eiga við það ef menn að reyna að byggja flutningsmannvirki og viðkomandi sveitarfélag hefur enga sérstakann hag á framkvæmdinni. Af því að þú getur alveg lent í því að það eiga að liggja línur í gegn, og þetta af hverju ætti sveitarfélag að vera eitthvað sérstaklega ginnkeypt fyrir því ef að engar sérstaklega tekjur koma til þess að bæta það svona rask og óþægindi sem að verða auðvitað af því að hafa þessi stóru mannvirki. Og þetta þannig að staðan er rauninni svo núna, og þá komum við að því að það er komin enn nýr ráðherra í þetta ráðuneyti, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, og við sem að vorum á landsþingi sambands sveitarfélaga í haust heyrðum það að hann boðaði þar ráðherra að það yrði skipaður nýr starfshópur,
og raunar ég svona sumpart undrandi á því að það sé hreinlega ekki búið að því af því að þetta var svo afgerandi yfirlýsing frá ráðherranum þetta mál, en ég hef ekki reynt þennan ráðherra öðru heldur en því að hann standi við það sem hann segir, þannig að ég reikna fastlega með því að það komi að því. Það má kannski reyndar að einhver leyti benda á það að það var fyrirhugað fundur fulltrúa samtaka orkusveitafélaga með ráðherra í desember, en hann féll niður vegna veðurs. Það skrifast á þann sem hér stendur, ég bara treysti mér ekki suður, ekki verandi viss um það hvort ég kemist eða hvenær ég kemist tilbaka, þannig að ég óska eftir því að þeim fundir í frestað, það verður ekki verið fundir ný dagsetning fyrir það. En það í farvatninu að það verði haldið fundur með ráðherra, og þar hafði ég reiknað með því að fá einhver meira afgerandi tíðindi af því hvernig þessu ætti að vinda fram. Þannig að það stofnun starfshóp sem við bindum vonir við, og þar út úr þeim starfshópi komið þá raunir það sem við getum kallað raunverulega tillögur breytingar á þessu. En ég hef skynjað aukinn skilning innan stjórnkerfisins á þessu sjónarmiði. Þá kemur aðeins að vindorkunni sem er seinni hluti þeirra fyrirspurnar sem Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi lagði fram. Til að byrja með rétt að segja, samtök orkusveitafélaga sem slík snúast ekki vindorku. Í rauninni ef við skoðum samþykktirnar þá byggja þau á því að aðildarsveitafélögin séu sveitafélög þar sem að finna virkjanakosti í vatnsafli eða jarðvarma. En þrátt fyrir það þá höfum við reynd að tala meira vindorku heldur margt annað í starfi þessara samtaka. Og það helgast af því að við sáum það fyrir nokkrum árum síðan, sem að síðan hefur orðið raunin, að það væri að verða sprenging í vindafli á Íslandi, og að við gætum reynt að notfæra okkur þá umræðu sem yrði í kringum vindafli til að vekja athygli almennt á þessu sjónarmiði, og það hefur alveg gengið eftir að því leytinu til að samband sveitarfélaga hefur kannski meira formlega verið svo aðili sem hefur verið að vinna að vindorkumálunum, en einmitt út frá því sjónarmiði að það mjög skrítin staða uppi varðandi þær vindmyllur sem búið að reisa. Nú hefur Þjóðskrá sem fasteigna aðili sem metur þessar eignir komist að þeirri niðurstöðu að varðandi vindmyllur, og það sé svona sirka 30% af hverju vindmyllu sem eigi að meta fasteignamati, en hitt ber ekki fasteignamat vegna þess að það sé rafveita. Það er jafnað bara saman stöðu vindmyllu við önnur orkuver, og þetta verður svo augljóst þegar þú horfir á vindmyllu hversu óeðlilegt það að þú horfir á eitt mannvirki og þegar þú opinbera segir að 30% af þessum mannvirki bera fasteignaskatt, ekki hitt. Þannig að fáránleiki þessara stöðu held ég hafi hjálpað málstaðnum. Við höfum líka, og kannski hefur þetta líka verið svolítið á borði samtakanna vegna þess að mörguleiti þetta sömu sveitafélögin, vegna þess að orkufyrirtækin hafa verið að leitast við að samtvinna vinnslu á vatnsafli og vindi. Þannig að þetta sömu sveitafélögin sem þetta að koma upp á borðið hjá. Og við höfum staðið fyrir viðburðum þessu tengt og héldum meðal annars sameiginlegan vindorkufund í fyrra með sambandi sveitafélaga. Á þennan aðalfund sem að hér fundagerðin frá þeim fundi lá fyrir hér kom líka formaður verkefnisstjórnar rammaáætlunar, þeirrar 4. sem að hefur hafið störf. Það reyndar svo staða uppi að það ekki búið að afgreiða 3. áfanga rammaáætlunar, en verkefnisstjórn 4. áfanga hefur hafið störf, og ég held að ég sé ekki að gera grín, ég held að Guðrún Pétursdóttir, formaður þessara verkefnisstjórnar, hafi sagt það sjálf að þau vita lítið hvað þau á að gera, en á meðan þá hafa þau aðeins verið að horfa á vindorkuna, og ég held nú kannski að það hafi eitthvað tengst í þetta. Við höfum samtök orkusveitafélaga hafa verið aðeins og verið í sambandi við Guðrúnu lítilega, hún talaði á aðalfundurum, og síðan blésu þau til mjög fræðandi fundar sem haldið var í Reykjavík í þar síðustu viku sem að ég sótti fyrir hönd samtaka orkusveitafélaga, þar sem voru haldin erindi, og það í rauninni kannski sýnir bara það að það eru fleiri og fleiri aðilar sem eru farnir að taka þetta mjög alvarlega. Þar flutti erindi fyrir hönd sambands sveitafélaga Guðjón Bragason, og hann einmitt hélt mjög á lofti þessum sjónarmiðum, og sambandi hefur verið mjög góður bakhjarl samtaka orkusveitafélaga í þessu, vegna þess að þessi sjónarmið fasteignaskatt á orkumannvirkjum eiga við bæði vindorku og jarðvarma og vatnsafl, og þetta eru sameiginlega hagsmunamál allra sveitafélaga, þannig að það er mjög auðvelt fyrir þá að standa á bak við okkur í þessu.
Hvert framhaldi þar verður veit ég ekki. Ég minnst á það áðan, þessi sameiginlegi fundur Samorku, Samtök orkusveitarfélaga og Sambandssveitarfélaga leiddi af sér 2 erindi til ráðherra. Síðar erindið var til umhverfis- og auðlindaráðherra á sínum tíma, þar sem óskað var eftir að tekin saman heildar skýrsla stöðu vindorkuvera í íslenskri löggjöf. Sú vinna henni nýlega lokið. Stóra niðurstaða þeirrar vinnu var að það væri ekki þörf á einhverjum viðamiklum breytingum á lögum vegna sem sagt vindorkuvera. Ég sjálfur og ég held að reyndar að flesti fulltrúar sveitarfélaganna deili því sjónarmiði að það voru ákveðin vonbrigði, og ég ekkert viss að menn séu almennt búin að skipta skoðun á því að það sé full þörf á meiri breytingum á löggjöf til þess að ná betur utan vindorkuna. Við höfum aðeins upplifað það sjálf að það dálítið óvissu ástand, en þetta allavega það þó vannst að menn settust yfir þetta og fóru yfir þetta, og það liggur fyrir þarna ákveðin skýrsla réttarstöðuna. Síðan má benda þau að hafa aðra aðilar líka komið inn. Skipulagsstofnun hefur komið með ákveðnar leiðbeiningar fyrir sveitarfélög það hvernig þau eiga að bera sig að þessu hluti, og Landvernd hefur sömuleiðis tekið saman það sem að þeir leggja upp með að sveitarfélög ættu að hafa til hliðsjónar. Það ekki kannski alveg fullur samhljómur það sem að Landvernd hefur tekið saman, en það eigi að síður ástæða til þess að hrósa þeim fyrir það að hafa lagt í þessa vinnu, af því að það ákveðið tómarum hana. Aðeins rétt í lokin þá langar mig til að nefna af þessum fundi sem ég sat í síðustu viku og kannski í tilefni af því sem að Gunnar Jónsson sagði hér áðan varandi það að þetta gæti verið stórt hagsmunamál og við ættum að vera undirbúin. Ég sammála því, líka vegna þess að ég heyrði það sjónarmið á þessum fundi, meðal annars frá fyrir hönd verkefnisstjórnar rammaáætlun. Rétt að taka fram að það afstaða þeirra verkefnisstjórnar og umhverfisráðuneytisins virðist vera að þessir vindorkukostir eigi hikstalaust að heyra undir rammaáætlun ef þeir ná þeim viðmiðum sem eru sett upp í þeim lögum. Það að vísu ekki berum orðum talað vindorkukosti í þeim lögum, en þetta skilningur ráðuneytisins og rammaáætlunar. Það ekki allir sammála þetta, en það allavega það sem unnið með, og Landsvirkjun hefur þegar lagt einn vindorkukost inn í rammaáætlun. Það sjónarmið heyrðist frá þessum aðilum að það væri í rauninni kostur ef að menn myndu frekar ráðast í færri og stærri verkefni vindorku, frekar heldur en að það eru vindorkureitir litlir mjög víða. Þetta auðvitað umdeililegt sjónarmið, en ef að þetta sjónarmið uppi þá held ég að það verður einmitt bara mikilvægara að sveitarfélögin sem fyrst fari að vinna í því að móta sína vindorkukosti í skipulagi, til þess að þeir séu þá tilbúnir til þess að sýna fram á það sé hægt að taka við ákveðinni vindorkureitum á ákveðinni stærð, og að þeir fari þá í það matsferli sem að þeim ber að fara í. Þannig að ég held að þessi þróun sé frekar þannig að þetta brennur dálítið á núna, og maður getur alveg tekið undir það að ef þú á annað borð ert að raska svæðum, það að segja hinni sjónrænu ásýndsvæðin, þetta er fyrst og fremst sjónræn áhrif í landslagi. Ef þú ert annað borð ert að raska þeim, þá sé það kannski betra að það sé gert þannig að það sé það bara sem mest nýting sem að liggur þar á baki, ekki margir litlir reitir sem að taka út yfir allt. Þar kom líka fram raunar að því að minnst var á landsskipulag hér áðan, að það búið að leggja fyrir að það endurskoða landsskipulag. Meðal þess sem á sérstaklega endurskoða fyrirbærið landslag í þeim skilningi, hvaða áherslur á að leggja í verndun landslagsmynda, og þetta hefur mjög mikil áhrif á vindorkuhugmyndir, vegna þess að þarna kemur fram dálítið svona leiðbeinandi, landsskipulag á að vera leiðbeinandi fyrir skipulagssveitarfélaga. Þannig leið og landsskipulag hefur lagt ákveðna línu það að tiltekna gerð að landslagi eigi að vernda umfram aðra, að þá fer það að hafa áhrif á það hvernig sveitarfélögin eiga að haga sér þegar þau eru að setja niður sínar hugmyndir vindorkuna. Þannig að það þróun í þessum málum, og þetta á tölverðri ferð. Ég ætla að láta þessu lokið í byrjun, en þakka enn og aftur fyrir fyrirspurnina. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og orðið enn laust. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúar Stefáni Bóa Sveinssyni fyrir þetta ljómandi góða erindi. Við náðum ekki alveg 30 mínútum en við sleppum honum við þetta. Mér langar aðeins til að koma inn á þann hluta snýr að vindorkunni, því að það var nú bara hér fyrir einhverju viku síðan það sem var einmitt viðtal við einhvern skoskan skipulagsfræðing, en vindorkan einmitt mikið nýtt í Skotlandi. Og mér langaði kannski aðeins af því að Stefán Bogi var hér, bæjarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson var hér undir lok erindisins einmitt að koma inn á svona landsskipulag og hvaða áhrif í raun og veru áætlanir hins opinbera í þessum efnum hefðu mögulega á þá áætlanagerð sem að sveitarfélögin geta síðan farið í. Ég hjó eftir því í þessu viðtali við þennan skoska skipulagsfræðing að þar eru vindmyllur ekki leyfðar í þjóðgörðum eða því sem kallað er þekkt náttúrusvæði og ég hygg að Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, hafi sótt nýverið fund til dæmis stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu. Ég velti aðeins fyrir mig hvaða áhrif þetta hefur þá á þá skipulagsvinnu sem sveitarfélagið fer í og hvað eru þá þekkt náttúrusvæði. Þetta eru væntanlega spurningar sem að hið opinbera á hreinlega eftir að svara. En ég velti einnig fyrir mér hvaða áhrif friðlýsing svæða gæti haft á skipulagsplön okkar, og í raun og veru kemst sjálfa þeirri niðurstöðu að okkur vantar ennþá svolítið leiðarljós frá ríkinu það hvaða stefnu það ætla að taka í þessum vindorkumálum. En þörf og áhugaverð umræða. Takk fyrir. Björn Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi. Já, forseti, góðu fundarmenn. Ég vil nú þakka bæjarfulltrúa Stefáni kærlega fyrir hans framsögu málið og ég get beðist afsökunar á því, og þetta var ekki á grallaraskap að ég varaði þig ekkert við. Ég var búinn að hugsa það einhvern tímann í vikunni, ég var að fara eitthvað yfir pappír og sá að þetta var þarna og bara gleymdi því. Þannig að því sé nú komið fram, en ég hafði nú aldrei neitt vafa í mínum huga að þú kæmist nú frá þessu þó þú hefur ekki skrifað ræðum máli. En takk kærlega. En sko það er ekkert skrítið kannski þó að maður vilji vekja þessa umræðu upp. Þetta er eitt af orka, er ein af okkar stóru auðlindum okkar sveitarfélags. Og við höfum í gegnum tíðina, svo lengi sem að ég hef verið hér inn í bæjarstjórn, verið svolítið dálítið ósátt við það hvað við höfum upp úr krafsinu. Hvort að við njótum þess að hafa þessa orku eða vera það sveitarfélag sem þar sem að þessi mikla orka er runnin í. Og auðvitað sprettur hún upp í okkar sveitarfélagi. Og ég held að þetta sé mjög mikilvægt að við höldum þessu áfram, þessari baráttu, og ég heyri að það er heilmikið í gangi og ég vil nú bara nota tækifærið og óska þessum samtökum og þér þá Stefán góðrar vegferðar áfram í þessu og vænti góðs að því að þið eruð að fara að ræða við núverandi iðnaðarráðherra og vona að þar sé skilningur á þessu máli og við förum að sjá einhverja lausn í þessu. Aðeins að vindorkunni á bæjarfulltrúi Björg kom ágætlega inn á þetta og við erum búin að ræða þetta talsvert og áður en kannski ekki geta svarað erindum sem að hafa borist til okkar það frá orkufyrirtækjum hvort að hér sé hægt að fara af stað með þetta. Mér hefur þótt það miður, en ég hef alveg fullan skilning á því að við getum kannski ekki stokkið til. Þess vegna held ég að það sé mjög brýnt
að það verði komið á einhverju skikki með það. Hvernig ætla menn að standa að þessu? Því að talandi alla þessa, hvað við segja, vistvæna orku og kolefnisspor og allt það, og svo líka farið að tala hvað við segja, sérstakann orkusjóð sem talin í 100 milljarða innan 10 ára, skilst mér fyrir þjóðarbúið. Og þá kemur manni kannski ekkert óvart, eða þarf ekki að koma það óvart að það eru kannski aukinn þrýstingur á það. Hvað getum við framleitt orku þannig að vel sé og við séum ekki skaða okkar náttúru og orðspor landsins út af við. Auðvitað að virkja allt sem við getum virkjað án þess að fljóti skaði. Við höfum ekkert, það bara hlýtur að styrkja okkar lífskjör í þessu landi og þetta tala þennan sjóð, það eru næg verkefni í þjóðfélaginu til þess að nýta þennan sjóð. Þau eru allstaðar og væntanlega okkar fólki öllu til framdráttar. Og þess vegna eins og hér var komið inn á áðan og enn og aftur þá er það mjög brýnt að þessu málu verði staði vel, því að ég nú enn þeirra skoðunar og fer ekki tóna því að það sé eiginlega engin orka hreinni heldur en vindorka, og hún er að mörguleyti afturkræf líka. Við skulum ekki gleyma því, það er hægt að taka niður þessi möstur og allt það, þannig að lítið sést eftir. En það er kannski öðruvísi þegar að menn gera stíplur og flytja vatnsföll á milli byggðarlaga og allavega allt það sem að því lýst. Þannig að við skulum ekki gera lítið úr þessari vindorku, og ég er nú aðeins búin að vera með sér að lesa jólinu þetta, og ég er óskaplega spenntur fyrir því að þannig eru held ég gífurlegir möguleikar. Og við eigum, og það er búið að tala það í aðalskipulagsvinnunni sem á að fara af stað, mínum mati eigum við að taka á þessu, hvar getum við boðið upp á þessa kosti innan okkar sveitafélags, þannig vel sé, og vonandi fáum við líka gjöld af þessu. Og þetta er alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Stefán sagði, þetta er náttúrulega alveg toppurinn á fáránleikanum ef menn fara að horfa hér á 100 eða 200 metra há möstur, og það er hluti af því sem á að fara undir fasteignamat. Þetta hlýtur að hafa talsverða samlegð eins og Stefán kom inn á með hvað við segja, raforku flutningsmöstrum og slíku. Það er ekki allur munur á þessu, finnst mér, þegar upp er staðið, og ég bara fagna því að það virðist vera að vinna í gangi í sambandi við þetta, og eins og ég sagði áðan, óska þér góðrar velferðar áfram í þessari vinnu, og vona að það verði okkur til góðs. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Orðið er enn laust. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi Kjölsvör. Og setja ákveðt að funda fólk, og ég vil þakka Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi og góðar óskir. Það var kannski svona nálgist þetta mál nú náttúrulega að þeirri auðmýkt og lítillæti sem að mér er eðlislægi eins og þið vitið, þá verður svona að viðurkenna það að það hefur ekki allt tekist í starfi samtakanna eins og við hefðum óskað. Og ég segi þetta nú að því að Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi kom hér inn á málefni orkusjóðs, eða sem sagt þessa þjóðarsjóðs, þar sem að gert er ráð fyrir því að arðurinn af Landsvirkjun safnist upp öllum landsmönnum til heilla. Og það er í sjálfu sér gott og blessað. Þegar ég segi að samtökum orkusveitafélaga hafi ekki tekist allt sem við höfum lagt upp með, þá vísa ég sumpart til þess að okkur hefur svolítið mistekist að koma okkar sjónarmiðum á framfæri í umræðum þennan orkusjóð. Okkur til afsökunar get ég sagt það var alltaf dálítið erfitt, af því að tengingin er kannski ekki fullkomlega augljós. En ég fór inn á það hér áðan auðvitað að það er talað það að 5 aðilar eða samtök orkusveitafélaga og fleiri byggja sín málflutning á þessum 5 aðilum sem eiga að njóta allsins. Og þar myndist ég á þjóðina alla og ríki sem fulltrúa hennar. Það hefur verið litið þannig á að
arðurinn af Landsvirkjun sem langstærsti orkuframleiðandi landsins geti í rauninni verið akkúrat það, það er að segja hlutdeild þjóðarinnar í virkjun orkuauðlindanna. Og þannig horfa menn á kannski þennan þjóðarsjóð að þarna sé þjóðin öll að njóta góðs af. Það sem að ég hef óttast í þeirri umræðu er það að það náttúrulega gleymist að það er ekki búið að skipta kökunni jafnt. Þá erum við að tala um það að það séu sumir að fá töluvert og aðrir ekki neitt eða lítið. Og það á við sveitarfélögin sem fulltrúa nærsamfélagana. Þegar einu sinni búið að taka ákvörðun það og veifa tölum það hvað Landsvirkjun getur skilað svona miklum arðinn í þennan þjóðarsjóð, þá getur verið svolítið erfitt að koma inn og segja nei, þá var skerða þennan arð vegna þess að það var skattleggja orkumannvirkin svo sveitarfélögin fái hluta. Þetta eru náttúrulega sömu peningarnir. Og þarna hefur okkur ekki tekist að láta okkar rödd hljóma nægilega mikið. Og þetta er það sem ég hef svona kannski mestar áhyggjur af þessu starfi, að svarið sem að við munum fá sé bara já, þjóðin öll hefur fengið sinn skerf. En ítreka það sem að ég sagði hér áðan, að auðvitað er það þannig að það eru sumir sem að sjá meiri neikvæðar afleiðingar af byggingu slíkra mannvirkja heldur en aðrir, og það er eðlilegt að þeir íbúar njóti þá sérstaks hluta af þessum arði. Og það er þá, já, það er þá þannig, það á að skattleggja þessi mannvirki. Það þýðir jú að það er eitthvað minni arður á þeim, en skiptingin er jafnari og sanngjarnari. Í tilefni af orðum Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa hér áðan, þá langar mér nú aðeins bara til að koma inn á það, af því að ég reikna með að svo skoski sérfræðingur sem að vísa var til, að það hefði verið svo sami skoski sérfræðingur einmitt og var með í rauninni alveg hélt upp í rauninni alveg hálfri dagskrá þessa funda sem verkefnisstjórn rammaáætlunar stóð fyrir. Hann hélt langt og mikið erindi. Það vildi nú þannig til að mér senkaði af öðrum fundi og kom svona heldur seint í hús, og það var svo vel sóttu fundurinn að ég endaði einhvers staðar út í horni og heyrði því miður alls ekki nógu mikið af því sem þessi ágæti skoski maður var að segja. Þó eitthvað, og þetta var náttúrulega vísað töluvert til hans orða síðar, og erindið er aðgengilegt á netinu, þannig að ég misti nú kannski ekki varanlega því sem hann sagði. En það er alveg rétt, hann fór töluvert yfir það með hvernig Skotar hafa nálgast uppbyggingu vindorku, og meðal annars sem þetta á hvaða svæðum þeir hafa ákveðið að byggja upp vindorkuver. Og það er alveg ljóst að það er hægt að móta slíka stefnu af hálfu stjórnvalda, hvar við viljum sjá vindorkuver og hvar ekki, og meðal annars að þau eigi þá ekki að vera í þjóðgörðum, eða þau eigi ekki að vera á einhverju tiltekni hæði við sjávarmáli eða einhverju tiltekinni nála við byggð. Það er ekki slík stefna í gildi á Íslandi í dag, og mér sýnist í rauninni ekkert stefna endilega í það að það verði, þó auðvitað að landsskipulagsstefnan eigi að taka á þessum landslagsmálum, þá held ég að verði alltaf svona almennari mælikvarðar sem að verði viðhafðir þar. En það er svolítið athyglisvert að Skotar, þeir til dæmis byggja að mér skilst ekki í hálöndunum. Það er bara stefnumótandi ákvörðun að þeir fara ekki með vindmyllur upp í hálundi. Þannig að þeir eru með sín vindorkuver á láglendi og nálægt byggð, og raunar inni á svæðum sem eru síðan útivistarsvæði og annað. Þannig að sko, þeir hafa litið svo á að þetta fari bara vel með umferð fólks, sem að ég hugsa að ef maður skoðar svona sitt nánasta umhverfi og hvaða sjónarmið hafa verið uppi bara í daglegri umræðum þetta mál, þá held ég að Íslendingar myndu líta þetta talsvert öðrum augum. En sömuleiðis hefur auðvitað verið lögð áhersla á verndun miðhálendisins, þannig að kannski ég hugsa að við myndum ekki njóta mikla velgengni í því að leggja upp með að þetta yrði byggt mjög nálægt helstu þéttbýlisstöðum, og kannski ekki heldur á miðhálendinu, og þá fer nú aðeins að þrengjast hvar þessi góðu valkostur okkar eru. Og þetta verður við auðvitað að hafa í huga. En eins og staðan í dag, þá náttúrulega er það kannski dálítið mikið í höndum sveitarfélaga að móta þessa stöðu, og við verðum að nálgast það verkefni okkar á ábyrgð. Varðandi friðlýstu svæðin, og þjóðgarðarnir náttúrulega, svo sem eru friðlýst svæði líka, það er þannig í dag auðvitað að það er kannski svolítið bundið skilmálum hverja friðlýsingar fyrir sig, hvað má og má ekki gera innan svæðisins. En jú, ég get nú ímyndað mér að það yrði kannski ekkert sérstaklega vinsælt að leggja upp með vindorkuver innan friðlýstra svæða. Kannski skiptir meira máli hvað verður
ofan á varðandi þessi svokölluðu jaðarsvæði friðlýstisvæðanna. Það líka heilmikil umræða sem er það. Er forsvaranlegt að reisa vindmyllur á landamærunum? Þetta er eitthvað sem við geta lengi sjálfsagt rifist En ég held að niðurstaðan því felist auðvitað eins og í öllu öðru, bara hvernig landslægið, hvernig fellur slík framkvæmd að landslæginu. En friðlýsing hefur áhrif og ég lít svo á í rauninni að sko aðalskipulagsvinna sem framundan, hún fjallar auðvitað ekki bara orkunýtingu, hún fjallar rauninni alla landnýtingu í sveitarfélaginu og þar auðvitað hlýtur að koma til skoðunar og leggjast á vogarskálar hagsmunir sem snúa að friðlýsingu náttúrusvæða og orkuvinnslu. Og það kannski svolítið okkar einmitt að velja. Við ætlum að vernda þetta svæði og frekar að nýta þetta svæði og ég held að eins og í svo mörgu þá erum við að leita að þessum gullnameðalvegi. Hvar eru bestu svæðin til vindorkunýtingar, hvar eru svæðin sem hafa mest gildi náttúruverndarlega séð og reyna að finna einhverja lausn sem flesti geta sagt sér við að við tökum annars svæði frá til nýtingar og hitt til verndar. Þannig að þetta er það sem að liggur fyrir okkur og við höfum ekkert kannski óskaplega langa tíma held ég en þó þannig að við þurfum auðvitað bara að vanda okkur og leggja upp með þetta og ég bind svo mikla vonir við eins og ég sagði áðan vinnuna í starfshópi það er reyndar þannig að þetta verkefni fyrst og fremst hjá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra eins og en ekki iðnaðarráðherra sem svona já, það svolítið sérstaklega það helgast fyrst og fremst af staðsetningu sem þjóðskrár innan stjórnsýslunar af því að þetta snýst fyrst og fremst fasteignamat og þá hefur þetta verið á forræði ráðherra samgöngu- og sveitarstjórnarmála en við að sjálfsögum munum líka reyna að halda okkar málstað fram fyrir iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra eins og við mögulega getum af því að það alveg ljóst að þetta mál kannski fer ekki gegn ef það myndist þó einhver pólitísk sátt það og að öðru leyti vil ég bara þakka kærlega fyrir þessa umræðu og vona að við getum haldið henni áfram á einhverjum öðru vettvangi og að okkur vinnist áfram þannig að við förum að njóta virkilegs hags af þessu og ég held að tækifærin okkar í vindorku séu mikil og vil kannski horfa til þess einmitt að við reynum að sjá út hvar þá okkar svona besti möguleiki og gerum þá frekar ráð fyrir því að þar fari fram það sem ég hef svona gáleysislega kallað alvöru uppbygging í vindorku. Þannig að við sjáum það fyrir okkur að það sé eitthvað svæði sem við erum búin að taka afstöðu til að eigi að færa þessu nýtingu og við vinnum markvisst með það svo megi við síðan verða. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Orðið enn laust. Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og starfsmenn, ég ætla að koma aðeins undir lið 10 í þessari fundargerð. Athugasemdir vegna póstþjónustu. Þar sem sagt hafi bæjarstjóra borist bréf frá ágætum íbúa hér á Egilsstöðum og ég verð nú að byrja að taka undir með bréfritar og ég fékk jólakveðina eftir áramótin frá bæjarstjóranum. Mér langaði bara til að beina spurningu til bæjarstjóra af því að honum var falið að ræða við ráðamenn póstsins hvort að hann hafi haft tíma til þess og hvað hafi þá komið út úr því ef eitthvað, hvort að Björn geti gefið okkur upplýsingar. Takk. Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu og Björn Ingimarsson og beðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti og góðir fundarmenn. Já, ég hef haft tök á því að ræða við fulltrúa Íslandspóst og út af þessu sérstakamáli. Ég veit að það hefur náttúrulega verið skelfilegt að fá ekki jólakortið frá mér fyrir en komið fram í janúar. En það eru bara ákveðið mistök sem þarna áttu sér stað og það eru bara mannlega mistök sem að þessu öllu. Ef að hefði í rauninni verið farið eftir ferlum sem þeir sem sagt
er að vinna, þá hefði þetta farið trúlegast sko milli jól og nýjárs. Þetta fer að vísu ekki héðan úr húsi fyrir en svona eftir þennan opinbera dreifingardag, þar að segja daginn sem að póstþjónustan tryggði að menn fengju jólapóstinn, en athugasemdin hún vísaði nú til þess að þetta væri innan bæjar og mér finnst nú kannski eðlilegt að þetta bærist samt, og það hefði gert það ef að ekki hefðu átt sér stað þann mistök, og þetta hefur verið skýrt til mér og ég svo sem ég get að fara nákvæmar onni í það, en ég var eiginlega menn sannfæra mig það að muni sjá til þess að þetta muni ekki eiga sér stað aftur. Þannig að ég hef haft tök á að hitta viðkomandi. Takk. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínum. Orðið er ennþá laust. En ef að ekki fleiri kveða sér hljóðs, þá ætla ég að loka mælendaskrá. Og þessi fundagerð eins og hinn að lögða frá til kynningar, þó með tölvöld meiri umræðu heldur en hinn og tvær. En við höfum þá tæmt dagskrá þessa fundar og við munum rjúfa útsendinguna frá honum ef hún hefur nú einhvern tíðan farið út, en slítum ekki fundi fyrir að við höfum lokið við að ganga frá fundagerð og undir þetta.